Það er auðvitað alltaf hægt að nota líka Bezier-tólið til að teikna nákvæmt frekar en grunnformin, svona ef maður treystir sér til þess. Og þá er að muna að nota sem fæsta punkta. Þannig verður teikningin sem nákvæmust. Og hugsa okkur hvað maður getur fyrir hent fyrir aftan og hvað verður fyrir framan upp á að spara sér vinnslutíma. Og ég smelli og dreg hérna í, smelli og dreg í og svo ætla ég nú að freistast að loka þessu formi hérna og þá lítur þetta svona út hjá mér og ég fer hér í punktapíluna og laga núna að forminu mínu, dreg að, fer í handföngin, stýriarmana ef þarf og stilli hér bara eftir sem nákvæmast. Get togað hérna upp og niður í stýriarmunum. Ég er að vinna svolítið litlum skjá akkurat núna, þannig að það er pínu erfitt fyrir mig að hitta á þetta. Þið fyrirgefið það. Og svona, segjum þetta sé allt komið hjá mér, svo ég eyði ekki á miklum tíma akkurat í þetta núna. Þá er ég komin hérna með þetta hérna form. Síðan ef ég væri að horfa í skeggið hérna, þetta ljósbrúna, þá myndi ég fara aftur í Bezier-tólið og þar sem ég ætla að hafa það ofan á, þá byrja ég hérna og fer nokkuð svona nákvæmt í þetta. Hafa sem festa punkta, draga og smella til að fá mýktina í þetta. Svona. Og svo ætla ég að kíkja hérna á fyllið og allt það. Ég ætla ekki að hafa neitt strók í þessu náttúrulega, ég ætla að hafa bara fyll. Og sjáum við það fer hérna ofan á og maður getur lagað eins og þið munið með punktunum og örmunum og allt það. Og þið munið að þið getið alltaf bætt við punktum. Ef ykkur finnst vant einhverstað punkt til að fá stjórn, þá getið þið farið hér upp og farið í plúsin hérna og bara einfaldlega smellt á línuna, kemur nýr punktur hérna. Og þið getið líka hent út punktum með því að velja punktinn og bara einfaldlega ýta á delete, þá fer hann út. Og þið getið líka, segjum eins og hérna, þar sem eru engir stýriarmar, af því ég þarf bara ekki stýriarm á þennan punkt og ég bara smelti, að ég get bætt við stýriörmum muniði, til dæmis með því að fara hér upp og ýta á, segjum þennan hérna, þá sjáum við, ég fæ stýriarma á þetta, með því að ýta á þennan hérna, Make Selected Notes Corner, þá virkar bara annar í aðra áttina sem að getur stundum verið afar hentugt og svo bara með því að hafa punktinn valin og ýta aftur hér, þá bara hendi ég punktunum alveg út. Þannig að þið hafið ofboðslega mikla möguleika til að stjórna teikningunni ykkar. Svo getið þið teiknað auga líka svona og auðvitað gogginn. Getið notað Bezier-tólið í allt eins og grunnformin. En segjum hérna ég geri gogginn hérna núna. Svona. Og ég vil fá hérna, vil taka strókið á honum og setja fyll inn í hann. Þessi þetta er glæsilegi litir hjá mér. Og ef ég vel síðan hérna fyrsta formið sem ég gerði, tek líka strókið af því og set eitthvað fyll í hann, að þá sjáu hvernig þetta raðast upp. Þessi hérna fjólublái er aftastur, númer 2 er þessi rauði og svo kemur þessi bleiki ofan á. Og þá teiknast þetta allt saman upp og svo myndir maður þá teikna augað ofan á eftir það og svo eins og bara í öllu öðru, grúpa þetta og duplicata þetta og fara svo hérna og spegla þessu og draga yfir og láta þetta smella og stilla. Þeir eru komið auga líka og láta þetta allt saman fitta þannig. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra, það fínir sér að þetta meira.